Góðan daginn. Nú verið að tékka á öllum meðlum hvort að við séum ekki örugglega, hvort að tækni sé ekki örugglega að vinna með okkur. Við erum hérna mættar. Við ætlum í hádeginu í dag eins og í síðustu viku að taka hugleiðslu og við viljum bara minna ykkur á að það er hægt að horfa á hugleiðslu síðustu viku á bæði Instagram og Facebook og YouTube og bara út um allt. Þannig að þú getur notið þess að hlusta aftur og aftur og við hvetjum þig til þess að nýta þér hugleiðslurnar og það eru líka til hugleiðslur frá síðasta desembermánuði. Já, við gerðum svipað á síðast ári og ætlum og já, það er aðgengilegt bara inn á miðlunum okkar líka. Myndir, myndbönd og hérna svo er alltaf að leita náttúrulega að hugleiðsla á síðunum okkar. En við ætlum áður en við byrjum bara að minna á að það er opið í Orkusteinum í dag á milli klukkan 3 og hálf 6 og það er bara alls konar skemmtilega vörur í jólapakkann hjá okkur og þetta eru svona vörur sem við höldum áfram að nota aftur og aftur og aftur eins og spilin og kristallarnir og við erum með kristallapakka, við erum með fallega kertastjaka, með pendúla og skart, eitthvað svona sem heldur áfram að næra okkur lengi og svo náttúrulega er hægt að fá gjafabréf hjá okkur og versla fyrir fólk hugleiðslupakka og annað á vefnum. Já, gjafabréfin gilda bæði í verslunni í Orkusteinum og líka á vefnum okkar hjá Starfsskólanum, Starfsskólasakademí. Og svo kannski gott að minna á það líka að það verður opið hús hjá henni, viðburður hjá Siggu Sólarljós á laugardaginn. Já, milli 11 og 5. Já, hún er með útibú frá Orkusteinum og þar er alls konar kristallar og spil og skemmtilega vörur til að kíkja. Þannig að við hvetjum ykkur til að kíkja á Siggu á Finnastöðum á laugardaginn. Þeir sem eru norður á stóra Eyjafjarðarsvæðinu. Það er líka fyrir okkur á laugardag milli 11 og 1. Já. Þannig að það er hægt að kíkja okkur bæði í dag og á laugardaginn og svo hafa samband við okkur ef þú vilt versla. Já, en við ætlum að vinda okkur í hugleiðslu. Þannig að við skulum bara byrja á að koma okkur vel fyrir. Leyfa okkur aðeins að setjast inn í stundina. Finna okkur góða stellingu til að vera í þar sem við getum slakað vel á. Skulum beina athyglinni að andardrættinum. Við skulum minna okkur á að þessi stund, hún er fyrir þig og svo þú skalt leyfa þér að slaka vel á og njóta. Beindu athygli þinni að andardrættinum. Finndu hvernig hann hreyfir við líkama þínum á hverri innöndun og hverri útöndun. Andaðu bæði inn og út nefið. Dragðu nú djúpt andann. Haltu honum inni í smá stund og andaðu svo út nefið aftur. Endurtaktu þetta nokkrum sinnum og finndu hvernig líkaminn slakar betur og betur á með hverjum andardrætti. Leyfðu þér að sleppa allri streitu og njóta þess að sökkva dýpra og dýpra í þægilega slökun.
Beindu nú athyglinni að jarðarstjörnunni þinni, þessari fallegu orkustöð sem staðsett er rétt fyrir neðan iljar þínar og hefur það hlutverk að tengja þig við jörðina. Virtu orkustöðina fyrir þér. Í hvaða lit birtist hún þér í dag? Sjáðu nú fyrir þér hvernig jarðarstjarnan þín stækkar og stækkar þar til þú getur staðið ofan á yfirborðinu. Berar iljar þínar snerta yfirborð orkustöðvarinnar og sökkva örlítið ofan í það. Yfirborðið er mjúkt og hlýtt. Leyfðu þér að skynja orku jarðarstjörnunnar þinnar. Nú lítur þú niður eftir fótum þínum og sérð hvar rætur koma upp úr yfirborði jarðarstjörnunnar og vefjast utan fætur þína. Ræturnar færast svo mjúklega upp eftir líkama þínum, vefja sig utan fótleggina, lærin, mjaðmirnar og alveg upp að hjartastöð og jafnvel lengra, allt eftir því hvað orkan þín kallar á í dag. Frá rótunum streymir yndisleg jarðarorka, kærleiksorka móður jarðar, sem streymir nú inn í orkukerfið þitt og umvefur þig í hlýju og öryggi. Njóttu þess að hvíla í faðmi móður jarðar. Þú hefur nú sterka jarðtengingu og getur haldið af stað. Sjáðu fyrir þér að þú standir á svartri sandfjöru. Það er kvöld og yfir þér skín stjörnubjartur himinn og tunglið er fallegur hálfmáni. Allt er dimmt, en fyrir framan þig geturðu séð dauft mánaskinn sindra á öldunum þar sem þær leika við steinana í fjörunni. Bak við þig geturðu séð skuggamyndir hárra fjalla sem umkringja víkina þar sem þú stendur. Eina hljóðið sem þú heyrir er öldugjárið. Þú snýrð þér að öldunum
og leyfir mjúkri orku þeirra að vagga inn í vitundina þína. Þú nýtur þess að sjá ekki, heldur bara finna mjúka öldurhreyfinguna í orkukerfinu þínu. Þú tekur nú eftir mjúkum bjarma rétt fyrir ofan fjöruna vinstra megin við þig og þú gengur í átt að honum. Þegar þú kemur nær, sérðu að bjarminn kemur frá litlum hellisskúta í kolsvörtum klettum. Þú gengur að hellismunanum og þegar þú lítur inn í hellinn, sérðu hvar í eldstæði flöktir logi sem breytir sífellt lit. Í kringum eldstæðið er mjúkt fleti úr gærum og púðum og teppum sem kalla þig til sín. Svo þú gengur inn í hellinn og sest niður við eldstæðið. Þar sem þú situr og horfir í logann, finnurðu nærveru við vinstri hlið þér og skynjar hvar hönd er lögð mjúklega á öxl þína. Þú skynjar hvar há, bláleit vera stendur við hlið þér. Gefðu þér smá tíma til að taka inn orku verunnar. Hann segir: Velkomið kæra ljós í helli hvíldar og umbreytingar. Ég er verndari þessa hellis og umbreytingarlogan sem hér skín og ég býð þér nú að njóta þeirra kraftaverka sem hann býður upp á. Hér getur þú hvílt þig, dvalið í mjúku myrkrinu og leyft loganum að leika þig. Veran býður þér að koma þér vel fyrir í mjúku fletinu og segir: Leyfðu þér að slaka á og treystu því að þú, litla ljósið mitt, varst leitt hingað af ástæðu. Þeirri ástæðu að nú er rétti tíminn til að sleppa tökunum, til að leyfa þér að hvílast og létta af þér þeim óraunhæfu kröfum sem þú setur á þig á hverjum einasta degi. Leyfðu loganum að hjálpa þér að létta á taugakerfinu þínu. Hjálpa þér að koma auga á þá staði í líkama þínum og orkukerfi sem geyma orkustíflur og óþægindi.
og skilja hver orsök þeirra er. Ég verð hjá þér og leiði þig í gegnum ferlið allan tímann. Að þessu sögðu leiðbeinir veran þér að leggjast út af. Loka augunum og slaka á. Svo færir veran sig hinum megin við logann og snýr baki í hellismunan. Veran segir: Loginn mun nú leika þig í fjölbreyttum litum sínum. Hverjum lit fylgir ákveðin tíðni og orka sem mun hjálpa orkukerfinu þínu að slaka betur á. Þú þarft ekkert að skynja og skilja strax, frekar en þú vilt. Leyfðu þér bara að slaka á og njóta stundarinnar. Leyfðu loganum að leika þig. Ef þú finnur fyrir óþægindum í líkamanum, skaltu beina athyglinni að staðnum og anda nokkrum sinnum djúpt inn í hann. Á útöndunni skaltu hafa þann ásetning að sleppa hverju því sem veldur þessum óþægindum og biðja logann að hreinsa það í burtu. Leið og óþægindin hreinsast í burtu, færðu skilning á því hvað olli því. Settu þér þann ásetning að nýta þér þann skilning til að bæta líf þitt á einhvern hátt. Leyfðu nú loganum að leika þig. Veran segir: Að lokum getur þú beðið logann að baða þig í þeim lit sem þú þarft mest á að halda núna. Þú getur valið litinn eða leyft loganum að gefa þér hann. Slakaðu á og leyfðu þér að njóta þessarar dásamlegu orku. Leyfðu loganum að leika þig og næra þig.
Þú finnur nú hvar smám saman dregur úr krafti logans og hvar veran kemur að þér aftur. Hún segir: Takk fyrir að gefa þér þessa stund. Það er heiminum mikilvægt að þú passir upp á þig. Því eftir því sem ljósið þitt skín skærar, því betur getur þú lýst öðrum. Mundu að þú getur alltaf komið hingað ef þú þarft á að halda. Að þessu sögðu kveður veran þig og þú gengur út úr hellinum aftur. Þú sendir verunni og loganum þakklæti þitt. Þú leyfir þér að taka með þér allar þær góðu tilfinningar sem loginn vakti. Úti tekur mjúkt myrkrið við þér aftur og þú nýtur þess að finna svalt loftið leika andlit þitt. Þú heyrir áfram í öldunum og finnur jafnvel daufan sjávarilm í loftinu þar sem þú horfir upp í stjörnuhimininn og virðir hann fyrir þér. Nú er kominn tími til að halda tilbaka. Svo þú byrjar að undirbúa vitund þína fyrir að snúa tilbaka í líkamann þinn. Þú dýpkar smám saman andardráttinn og finnur hvernig líkaminn vaknar hægt og hægt. Hreyfðu svo mjúklega fingur og tær og gerðu hvað annað sem þú þarft til að koma að fullu aftur inn í dagvitundina. Þá þökkum við bara fyrir okkur og vonum að þið hafi notið hugleyslunar og fengið frið og ró og kannski smá hreinsun á öllu stressinu sem er svolítið svífandi í loftinu þessa dagana. Já, og munið að þið getið alltaf komið aftur og hlusta. Alltaf þetta hlusta aftur. Þannig að njótið dagana framöndan, hugsið ykkur sjálf, passið upp á ykkur og munum að það er betra að njóta en að þjóta. Takk fyrir í dag.